Nú vorum við skiptum gír hérna í senstu viku með verkefni 6 þar sem við vorum hætt að skrifa CSS og vorum að setja upp þessi tæki og tól og skila í fyrsta skipti með Git og GitHub. Þannig ég ætlaði svona aðeins að renna yfir hérna og með það svona fyrir augunum að hvað ef ég væri að byrja að gera hópverkefni 1 og ég ætlaði að byggja það á þessari hérna lausn. Þannig að þá það í fyrstu hérna, ég myndi ekki downloada zipinu, ég myndi sækja Git slóðina, svo myndi ég fara í terminal og ég myndi velja hérna til dæmis bara desktop, hérna ég með eitthvað svona og stækna þetta ennþá meira, ég ætla að segja git clone og ég ætla að segja það bara vef 1 2025 hópverkefni 1 bara ég og þá fer það beint inn í þessa möppu, ekki inn í vef 1 2025 waf6 sýnilausn, þannig ég get farið hérna og sagt cd vef 1 2025 hérna og þá sjáum við að ég fæ hérna núna ég sé komin inn í git möppu og ég get gert git status, þá sé ég að ég þetta er git, það er git í gangi hérna, ok, og þá get ég bara opna þetta í Visual Studio Code og ég ætla bara að gera það og það er hérna desktop hérna opna þetta og hvað það fyrsta sem ég þarf að gera? Sama og það var fyrsta sem ég þurfti að gera í senst tíma npm install þannig að það athugar hérna hvað er búið að setja upp, sækir það og installar því hjá mér persónulega. Svo get ég farið hérna og sagt þetta ætlar að heita H1 eða hópverkefni 1 OSK eitthvað og þetta er bara fínt. Þarf þannig séð ekki að bæta við neinu tóli eða gera neitt nema bara vinna núna verkefnið. Þannig að við erum bara new major version of npm, já ok, þannig að það er bara búið að uppfara síðan við vorum að setja þetta upp, þannig að npm, þannig að ég get núna keyrt þetta til þess að uppfara npm globally, það er sem þetta bandstrik G hérna gerir, en ekki núna. Þannig ég ætla að vista þetta og ég ætla að fara hérna og ég ætla að segja að þetta ætlar ekki að vera svona, heldur ætla þetta að vera hópverk, kann ekki skrifa þetta, sýni dæmi frá Óla, ok, og já, ok, ég ætla nú að segja hérna, ok, þetta er svona fínt hér, og eitt af því sem að þarf að vera í hérna readme-inu og er partur af bara matinn á verkefninu er eitthvað svona, þannig að það er bara að segja, þetta er bara mjög næs, stela þessu, keyrsla, fínt, þá til annan kemur í ljós, ég ætla að muna það, áður en ég skila, þá ætla ég að fara yfir þetta og athuga hvort eitthvað hafi breyst eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla að segja hérna hópur og það er Óli, osk@hi.is. Þannig að þið ætla líka að setja inn ykkar hópfélaga svo að það sé í raun bara dokumenterað hérna. Ok, flott. Síðan fer ég hérna í Style CSS og hérna get ég bara sagt ok, ég ætla bara að halda þessu en ég ætla núna að ég veit það að þetta er allt saman til og til þess að þetta sé ekki fyrir mér þá ætla ég að segja bara eitthvað, ég ætla að eyða hvað ætla ég að eyða miklu af þessu? Ég veit það ekki. Ok, kannski eyða ekki öllu af þessu. Ég læti þetta hanga inni, ég læti þess að sjá til. Ég veit ekki alveg hvað ég ætla svona að repurposa og hvað ekki. En ég veit allavega ég ætla ekki að hafa þetta eins og það er hérna. Ég ætla ekki að hafa svona. Þannig ég ætla að segja bara hópverkefni 1 og ég ætla að segja bara hérna lýsing á hópverkefni 1 og hvort sem ég, þú veist, það er ekki partur af verkefninu að setja neitt metadata eða neitt svoleiðis. Þannig ég get bara að byrja hérna og sagt bara eitthvað, ok, ég fer hérna inn, ég gerir copy eða ég get farið hérna og gert copy hér á contentið
Það er aðeins öðruvísi ef að þið eru hérna þeir eru ekki owner eins og ég hérna á þessu. Þannig ég ætla bara að fara hérna og ég ætla bara að taka þetta. Nei, þetta ekki það sem ég ætla að gera main. Okkur copy þetta ekki hjá mér. Copy. Svona. Viðfangsefni hóp verkefnis 1. Svo bara hérna sharing mynd, já, fínt. Ok, ég ætla að halda þessu. Ég ætla að breyta þessu held ég. Þannig ég ætla bara að núlla þetta út. Ég ætla að reyna núna að muna að ég er ekki að byrja að vinna verkefnið. Ég er að vinna þetta svona broad strokes. Ég er núna sá sem tók að sér í verkefninu að búa til grunninn, búa til Git-repoið þannig að við getum byrjað að vinna saman. Það er mjög auðvelt að segja bara eitthvað, já, heyrðu, nú ætla ég að byrja bara að spá í því hvernig ég ætla að útfara nákvæmlega þetta. En við ætlum að geyma það og nú var til dæmis gott að vera með einhvern stað eða eitthvað þar sem maður var að skrifa niður. Þetta er hérna to-do listin okkar eða eitthvað. Þið geti hérna skipt með ykkur verkum þannig. Og þannig ég ætla bara að halda áfram að rífa þetta í sundur. Þannig ég ætla bara að fara hérna og ég ætla bara að henda þessu öllu. Bara burt með þetta. Og ég ætla að gera það sama hérna. Ég ætla að henda þessum síðum. Og ég ætla að taka þessa hérna síðu og ég ætla bara að afrita þessa og segja svona og segja bara eitthvað eitthvað. Ok. Svo ætla ég að keyra npm run dev. Það er aðeins öðruvísi en það sem ég gerði með tíma. Ég notaði þetta dev hérna sem að var, ég talaði minn það í tímanu sjálfum, ég talaði aðeins það í lokin í senstu viku. En ef ég keyri þetta npm run dev, þá keyrir hún upp þetta, ég fæ þennan server hérna á localhost 1234 og ég opna það og þá fæ ég bara eitthvað hérna forsíða. Nú ætla ég að reyna að fá þetta þannig ég sjái bæði í einu hérna svona og þá sé ég reyndar, ok, það væri reyndar næs að geta verið með að geta skipt á milli þannig ég ætla að segja hérna liaref síður html ok. Þetta er eitthvað bilað, style css in síður. Já, ég kopíaði og ég þurfti að gera punktur hérna. Þannig að þá fæ ég þetta svona og þá get ég núna farið fram og tilbaka, hugsalega vil ég setja aftur hérna eitthvað svona. Já. Maður myndi kannski halda síðufóldurinn en mætti til dæmis bara búa til fólder sem heitir asset geyma sögfóldurinn í því eins og myndir og box bara raða þessu einhverju öðru sög. Bara alveg eins og þið viljið. Það er bara því séu sammála. Þannig að nú get ég farið hérna fram og tilbaka og nú er ég bara cool. Þetta er orðið mjög gott. Þannig að það sem ég ætla að gera það núna er að segja hérna git remote remove origin og ég ætla núna að segja hópmeðlimur sem ætlar að eiga þetta repository. Ég ætla að fara hér og ég ætla að gera nýtt repository og ég ætla að kalla það vef 1.2025 hópverkefni 1 OSK. Ok, private, create repository. Ég ætla að bæta remote-inu við og ég ætla að púsa. Gleymdi að vista readme, ég gleymdi að committa. Ok, sem er bara allt í lagi. Ok, þannig að núna er bara þetta sem einhver grunnur og það er allt í lagi. Þið megið alveg hafa þetta hér. Ef þið viljið ekki hafa þetta hér, þá get ég gert þetta hérna. Þá get ég sagt, nú er ég að gera þetta á hérna Mac,
Þannig ég geri rm, rf, stórhættuleg skipun, .git. Þetta fjarlægir git-möppuna sem falin. Hún falin út af því hún heitir punktur. Ef ég fer inn í Finder hérna og finn þetta hérna. Hvað gerir maður aftur til þess að sjá? Falið í hérna Show View Options. Já. Þetta ekki flókið að maður kanna. Ég nota Finder ekkert svo mikið þegar ég að View Command Shift Period. Akkurat. Nákvæmlega. Þá sé ég möppuna og ef ég bara fjarlægi hana hér líka þá gerist það sama. Það sem ég að gera þá ég að segja að þetta ekki lengur git. Það ég búinn að fjarlæga þetta repo. Það ekkert repo. Þannig þá ger ég hérna rmrf.git. Þá sjáum við það git status. Þetta ekki lengur. Ég eyddi öllu repoinu. Þegar repoið, öll lýsigögnin það sem búið að gerast, allt commit history og allt þetta inn í þessari .git möppu. Þannig bara með því að eyðinni þá þetta ekki lengur git mappa. Þá get ég gert aftur git init og þá stendur hérna innlæst empty git repository in og svo kemur inn í lokin .git. Og þá fæ ég git remote vaff, það ekkert remote. Þannig ég get aftur adda remoteinu núna og svo get ég gert git push origin main nema þarna lendi ég vandræðum með því að ég er búinn að pússa. Þannig ég ætla að gera, betur með git remote já, sorry, ég er ekki með neitt commit git add.git commit grunnur svona og núna fæ ég villu út af því að ég var búinn að pússa áður. Þannig að ef þið hefði gert þetta, gerið þetta áður en í púsið. Annars getið ég gert þetta bandstrik F, það segir force push. Aftur, stórhættulega gerð. Ég er að segja, skiptir ekki máli, gerði bara það sem ég er að segja, sem að pússa þetta yfir. Þannig að áður það sem ég var með 13 commit, ég núna bara með 1 commit. Út af því að ég var bara að núka þetta og setja alveg nýtt inn. Ok, þannig núna myndi ég segja, kæru vinir, ég ætla að bjóða ykkur hérna inn og ég fer hérna í Collaborate og svo bæti við þeir sem í hópnum. Þá getum við byrjað að vinna saman og nú kem ég þá sem einhver annar aðili. Ég geri hérna klón á þetta. Ég geri það sama og ég gerði áðan sem hópmeðlimur 2. Nema nú ætla ég að fara að vinna í navigationinu. Þannig að ég segi, ég ætla að taka navigationið. Þá gætum við til dæmis nota hérna issues eða projects eða Trello eða Asana eða eitthvað annað til þess að halda utan projectið. Segjum bara í issues og ég ætla að segja new issue útfæra nav. Láta nav vera eins og það á að vera HTML plus CSS. Ég ætla að assigna því á mig og ég ætla að búa það til. Ok, þannig núna þetta hérna, þetta issue en þetta líka bara verkefni sem þetta að gera. Þannig við gætum búið til svona fyrir svona stærstu partana og skipt með okkur verkefni svona. Ok, issues svona smáverða, þetta meira eitthvað sem að, en projects það bara aðeins meira vesen að fara gegn það, en þið getið líka gert það hérna. Og nú vil ég búið til pull requestu með þeirri vinnu sem ég búinn að vinna varandi það að útfæra nafið. Þannig að þá fer ég hérna inn og ég gerir fullt af einhverjum breytingum og ég vinn í þessu og ég ger eitthvað hérna, ég bæti við síðum og ég ger út frá þessu hérna og ég segi lausnir okkur og starfsfólk, lausnir okkur og starfsfólk
þetta verður út, eitthvað svona og ég geri hérna svona og ég seti þetta upp hér og ég búinn að vinna í þessu og ég búinn að fara hérna og gera eitthvað í nav hér og ég búinn að segja valmynd, rétt, útfærð eitthvað og ég geri eitthvað hérna, ég bara fjarlægi þetta og bara eitthvað, ég geri fullt af einhverjum breytingum. Svo ég tilbúin og segja, ok, ég tilbúin til að segja, heyrðu, þetta tilbúið. Ég vil að þið geti núna séð þetta hjá mér og þá kemur núna þetta að búa til pull request, að við þurfum að búa til branch, sem þá eins og við erum búin að vera að skoða þessi í HTML-inu, við erum að vinna þar með einhver tré, við erum með elementi og það býr til eitthvað tré, að það eins í Git. Við erum með þetta main branch, sem þá bara eins og á tré og ég ætla að gera grein út frá því. Þá segi ég git branch nav eða eitthvað sem ég vil kalla það. Þá bjó ég til branchið. Svo segi ég git checkout nav. Þá skipt ég yfir á branchið. Þá segi ég núna git status on branch nav. Ég ekki á branchinu main. Þannig að núna get ég sagt git add punktur git commit message útfæra nav git push og þá fæ ég hérna eins og þegar ég ekki með mainið trakkað þá segir hún ég veit ekki hvar hérna nav branchið á að vera á origin en ég get setta svona þannig ég ætla að segja núna þetta á að fara á bara origin nav og þá kemur hérna create a pull request for nav on GitHub by visiting og þá það bara slóð eða ef ég fer núna aftur yfir á GitHub og þá sér GitHub þú varst að pússa á branch sem heitir nav bara núna rétt í þessu viltu athuga hvað þú varst að breyta og búa til pull requestu þannig að ef ég íti hér eða ég fylgi þessum link sem hér þá enda ég á þessum sama stað sem hér þannig ég ætla að segja hérna klárar 1 þá get ég segja hérna, ég get tengt þetta saman ok, svo get ég farið að skoða ok, hvað var það hérna, ég var kannski með fleiri en 1 commit og ég get farið að segja ok, þetta það sem ég var búinn að gera og ég get gert svona self-review hér ég get farið yfir allt sem ég er búinn að gera og athuga, þetta ekki bara allt eins og það átt að vera svo segir ég bara eitthvað, heyrðu, býttu það vantar þessa skrá þá get ég bara farið og athuga, heyrðu, já, ég gleymdi að git add-inni ég git add-inni, ég kem með annað commit og ég bara sáttur með mína vinnu og tilbúin til þess að presentera hana fyrir hóknum. Þá segi ég hérna og ég fer bara að segja create pull request. Þá kemur hún hérna inn, gerði fáar breytingar, ég breytti 9 línum, eða það bætast við 9 línur, það eru fjarlægar 39 línur. Ég get mergeað henni, það að segja, það ekkert konflikt, það ekkert sem þarf að eiga við, það ekkert sem þarf að laga á móti main branchinu. Og nú geti einhver annar í teiminu komið hér inn og sagt eitthvað hérna vantar ekki X. Og þá get ég sagt annarkvort ég ætla að byrja pull request review sem bara ég að fara yfir þetta og ég ætla að skoða þetta heildstætt, bara hvað verið að gera hérna. Þá get ég sagt start review og ég get sagt hérna líka X hér, eitthvað og svo heldur lítið CSS og þá get ég sagt hérna að því að núna ég sá sem að bjóð þetta til þannig ég get ekki að prúfað eða beðið breytingar hjá sjálfum mér en ég geti sagt hérna þetta greinilega ekki alveg nógu vel gert þannig ég ætla að segja request changes eða ég ætla bara að segja geggjað þetta má fara inn þá segi ég approve og svo ger ég submit review þá kemur þetta á pull requestinni sem svona þræðir þar sem við erum að ræða saman bara útfærslur á einni eða fleiri línum ég glemdi nú að sýna ykkur hvernig það ég get líka að fara hérna og ég get sagt ég get dreigið bara svona yfir margar línur og þá kemur komment á margar línur þannig að það getur verið hérna þetta eitthvað, mætti gera þetta betur eða eitthvað og þá ræðum við þetta hér og svo bara eitthvað já, ok, rétt hjá þér rétt og svo bæti ég við og ég gerir resolve og þá þetta hérna farið og svo ætti í raun þegar það búið að resolva öll kommentin
þá er þetta bara tilbúið og þá getum við fengið annar review eða bara committa þessu. Og þá myndi ég segja hérna merge pull request. Þá verður til merge sem tekur þetta brans og main bransið, býr til nýtt commit á main bransinu sem það sem að sameinar þetta í nýtt main brans sem að inniheldur alla virknina úr nav bransinu. Nú ég að halda okkur aðeins lengur, ég ætlaði bara að klára þetta og svo tökum við bara 2 pásur held ég. Það er betra bara að klára þetta og fara svo í hitt. Þannig að bear with me hérna, smá viðbót. Segjum sem svo að nú fór ég sem hópmeðlimi 2 og fór í þetta og ég var kannski að vinna aðeins of stóra pull requestu. Ég fór alveg frekar á dýptina og ég var að gera meiri breytingar. Á meðan var ég fyrri hópmeðlimur að vinna á main eða ég var að vinna í annari pull requestu og hún kom inn á main. Og það sem hún gerði var að segja hérna til dæmis class active, notum það í staðan fyrir að vera með strong, við fílum það betur og við ætlum að kalla þetta pages af því að við ætlum að gera það í staðan fyrir að kalla þetta hérna síður og það er bara sama hérna og ég segi hérna class active og þá má spyrja, hvor hópmeðlimurinn var núna að overreacha yfir í eitthvað sem annar ætti að gera. Þetta er það sem að gerist oft. Ef við tölum ekki saman, þá förum við hugsanlega að vinna í sama hlutnum á sama tíma. Og nú ætlum ég bara að segja að ég hef einhvern veginn gert þetta, en ég get líka bara committa þessu beint á main. Ég get bara gert það, áður að þetta fari ekki um eitthvað review. En ég ætla bara að segja git add, git commit, gera nav meira nice í bili. Eitthvað. Git push. Já, ég er með aliasa þannig að gp er bara git push á minnst þannig að það er git push og gst er git status. Þannig að núna er ég búinn að pussa því og við sjáum það hérna og núna pikkar GitHub upp á því að yfirleitt þegar það sett upp svona verkflæði þar sem að vera að nota pull requests þá er main bransið protected. Þannig að það er í raun að það sé ekki hægt að committa beint á main án þess að fara í gegnum eitthvað ferli, til dæmis pull request. En þá get ég kveikt á því með að íta á protected branch og það þýðir að ég má ekki að gera sem ég var að gera núna, sem var að pussa beint á main. Af því að ef ég fer núna í pull requesti hér og ég skoða hvað er í gangi hérna, þar sem áður stóð can merge og bara merge pull request, þá segir hún hérna this branch has conflicts that must be resolved. Út af því að það er búið að gera breytingar af 2 aðilum á sama hlutnum og GitHub veit ekki hvernig á að gera sjálfkrafa hvort á að velja. Þannig að mannshöndin þarf að koma að og resolva þessi konflikt. Þá get ég ítt hér og þá fæ ég svona konflikt markera sem segir hérna þetta er það sem að þú ert að gera, þetta er current change, þetta hérna er incoming change sem er að koma frá main inn í þetta branch. Og þá get ég sagt, ég ætla að velja þetta eða ég ætla að velja þetta eða ég ætla að velja bæði. Ég þarf að velja eitthvað af þessu. Það sem ég get líka sagt er bara accept both changes og laga þetta. Þannig ég get mergeað þessu í höndunum. Ég get sagt, ok, góð hugmynd, ég ætla að inkorporera þessa hugmynd inn í mitt með því að gera bara hér og segja svona og taka þetta út svona og segja accept current change. Þá sé ég hvernig þetta mun líti út og ég er þá, já ok, svo sé ég, nei byrju, þetta átti að vera pages, ok, það er aðeins meiri breyting, ég ætla að gera það sér. Svo kík ég bara næsta og það er bara svipað. Þetta er ein leið, þannig ég ætla núna að beila á þessari leið og fara bara út úr þessu. Það sem ég get líka gert er að ég er núna hópmeðlimur 2. Ég er bara koma aftur að verkefninu og ég er hérna með git checkout nav, ég er svona nav bransinu. Það er ekki búið að committa neitt á bransið, þannig að það er engin annar búin að committa á það. Og ég fæ þetta í hausinn hérna.
þá get ég gert þetta, eða ég get séð hérna command line instructions og þá bara hérna switch to the head branch of the pull request, git checkout nav, þannig ég fer á branchið sem ég á og svo merge the base branch into the head branch. Base branch main, head branch það sem ég að vinna. Þannig ég er komin aðeins á undan, hausinn komin undan. Þannig ég keyri þessa hérna skipun og þá fæ ég hérna conflict og þá stendur conflict in index.html, conflict in síður HTML. Og ég fæ eins hér, fæ eins conflict resolution markera og þetta alveg það sama. Aftur get ég gert hérna accept current, accept incoming, accept both eða compare changes, þá fer ég þetta hérna. Ok, ég get gert þetta hérna, ég get bara sagt accept current change, ég ætla bara að halda mínu, ég vista, ég fer hér, accept current change, ég vista, þannig ég bara disregarda það sem þessi kjáni gerði beint á main og ég segi, ég ætla bara að klára mitt, svo þurfum við bara að tala alvarlega saman hópavinnu og samstarf. Þannig ég ætla að segja þá hér, git status, you have unmerged paths. Fix conflicts and run git commit. Þannig að ég búinn að laga konfliktin, ég búinn að vista skrárnar með löguðum konfliktum og þá ger ég git commit. Git add, git commit. Þá fæ ég upp í editornum sem ég nota, þetta, ég með Vim hérna, að merge branch main into nav. Þið getið opnast bara í textpad eða í Visual Studio Code eitthvað hjá okkur. Ég gerir _q til þess að gera quit og ég búinn. Þá ger ég git push og þá núna fæ ég hérna merge commit á branchið nav og ef ég skoða þá hér þá eru núna komin 2 commit hérna, vinnan mín og síðan það að sameina þessa vinnu úr main og nú ætla ég að fara og ég ætla að segja að þetta búið, þá fer ég hérna og gerir merge pull request, þá kemur confirm merge, svo gerir ég delete branch, ég fer hérna í code og þá sé ég núna alla þessa sögu sagða í commit historyunni hérna. Grunnurinn sem ég bjóti fyrst, committið sem að vann vinnuna við að útfæra nafið, committið sem að bilaði útfæra nafið branchið, mergeið af main inn í nav til þess að laga villuna sem gerðist við það að einhver var að kommenta hér og svo mergeið á pull requestunni frá nav. Þannig að þetta er vinnan sem þið ætla að gera að minnstakosti 5 sinnum í verkefninu. Einhver býr til branch, committar inn á branchið, pushar branchinu, býr til pull requestu og biður einhvern annan í hópnum að fara yfir og það getur bara verið svona lip service að segja já, looks good to me eða LGTM, það sem að ég í raun bara veit ekki, nenni ekki, hefur ekki tíma en flott hjá þér, dugleg og svo committu við. Það er nóg. Já, það er náttúrulega bara, þú veist, það er líka hérna ykkar, þú veist, þið gæti alveg séð eitthvað og þá er þetta bara svona nenni ég að fara en auðvitað viljum við benda á það sem betur að fara og viðkomandi lagar það. Af því að þú veist, þannig virkar þetta mjög vel. En þetta er bara eitthvað sem hefur ekki gerðum preference eða breytir ekki útkominni sjálfur eða bara fólk vil hafa eitthvað öðruvísi. Þá erum við með stylint og þá getum við sagt hérna npm run lint og þá er það í lagi, þannig að við erum að segja stílarnir okkar eru í lagi þannig séð. En það er líka bara svona filosófiskt debatt sem að má eiga þá innan hópsins hvort við ætlum að gera þetta svona í hins veginn. Já, til dæmis. Þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er í einni svona smækkaðri mynd flæðið fyrir svona pull request review ferli sem fer fram í hópavinnu. Síðan getum við verið með sem sagt, verkefni eins og Stafrænt Ísland sem er með 15.723 commit eins og en hvert einasta af þessum commitum, ok, kannski ekki alveg í byrjuninni, commit sem er að fara í gegnum svona ferli.
Þannig ég fer hérna og skoða commit history hér og ég sé bara að hvert einasta hérna pull requesta sem var merged og svo opnaði ég bara einhverja hérna nýjustu, þá sé ég breytir 30 línum, bætir við 30, fjarlægir 13, 7 comment, hérna bara eitthvað mjög svona, bara eitthvað að vera VC, svo svona AI kanína sem fer yfir allt og gerir allt eitthvað, svo einhver annar botti og hérna, looks good to me, en það í alvörunni það þannig, þú veist, þessi gaur veit alveg hvað hann að gera og þetta ekki stór breyting og hún ekkert vesen, þannig að þetta bara mergeað. Svo bara hérna og út af því að þú veist, það bara meira, þú veist, það eru svona eins og lintið keyrir og ef lintið feilar þá myndi koma bara hérna, lintið að feila, þú ert ekki að fara að merge þessu fyrir þú ert búin að laga það. Og svo meira, það eru testin feila, þú ert ekki að fara að merge þessu að laga testin. Þannig að það eru svona automatisk test sem keyra eða svona ferli sem keyra til þess að passa upp á það að þetta sé allt eins gott og við getum á þessum tímapunkti. Svo þetta sett í merge queue og svo mergeað. Og svo getum við skoða hérna, ok, 209 opnar pull requestur og við getum séð hérna eftir most commented. Þannig að hérna, hér einhver sem komið með 297 comment. Þannig að það verið að kveikja á grillinu og fara yfir þetta. Ég reyndar ekki voðalega mikið að committa hérna en þú veist, á þess að taka einhvern svona sérstaklega fyrir, þú veist, það bara ótrúlega góður kúltúr í kringum þetta og fólk vinnur þetta bara mjög vel saman hérna. Hérna, þetta frá henni samstarfskonu minni, henni Dísu og þá sjáum við hérna öll þau teymi sem þurfa að samþykkja þetta, hún reyndar ennþá í draft mode út af því að þetta ekki tilbúið en við erum samt búin að pússa þessu inn svo við getum í raun búið til þetta feature deploy sem þýðir að við fáum upp afrit af öllu keisluumhverfinu á sérslóð til þess að geta sendt á viðskiptavinin. Þetta til dæmis þetta verkefni sem við erum að vinna í Landspítala appinu og hjá landlækni þetta að senda sjúklingum spurningalista. Við ætlum á mínum síðum á Stafrænt Ísland að vera með eitt svona unified view til þess að geta svara spurningalistum frá heilsugæslunni, frá spítalanum og hugsanlega frá fleiri læknastöðum. Þannig að þetta svona grunnurinn af því. Þetta risastórt verkefni, þetta eru þú veist, komnar 32.000 línur hérna sem samt held ég ekki alveg í alvöru að því að við erum með slatta bara hardcode JSON fyrir gögn og eitthvað svona. En við getum með þessu sendt núna á teymi hjá landlækni, teymi hjá Landspítalanum og sagt hey, hér komin fyrsta útgáfa af viðmótinu. Við getum sendt það síðan á hönnuðin og sagt hey, hér ég vandræði með þetta og þannig getum við átt þess að líka í samtali, af því hérna kemur bara, hér búið að deploya þessu fyrir okkur. Samtali þetta, þau getur fengið eitthvað svona partial review, þannig að þetta senda á þetta, hey, getur reviewa bara þar hérna part, ég vandræði með þetta, hey, getur farið við þetta og þá þetta að nota þetta sem venue til þess að gera þetta. Og svo hérna eitthvað frá CodeRabbit og svona. En allt á langt, afsakið mig, ég vildi bara klára þetta, þannig að við slúðum nú taka okkur smá pásu.